Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Ég er með frábæran gest í dag, hana Dagníu Sigmarsdóttur sem rekur spákonuhofið á Skagaströnd. Velkomin Dagný. Já, takk. Gaman að vera með þér. Að sömuleiðis að hafa þau. Ég sé þú ert bara með alveg svona stórt spjald á bakviði með tarotspilunum. Já, ég er hérna í stödd í tarot klefanum okkar, hérna í spákonuhofinu á Skagaströnd. Já, já. Ertu bara að lesa í tarot eða ertu að lesa í fleiri? Nei, ég les líka í Lóa og svo fastu við rúnum hér líka. Er það ekki? Það er bara allt gert. En af hverju heitir þetta spákonuhof? Það kemur til að því að hér á Skagaströnd þar okkar landnámskona hét Þórdís og hún var alltaf kölluð spákona og það er talað um hana í 4 Íslendingasögum og það var svona kveikjan af þessu að setja upp sýningu hana Þórdísi og hennar verk og hvernig hún kom við sögu í Íslendingasögunum. Hún var talin rammgöldrótt kona sem hér vildi öllu stjórna. Já. En ég held hún hafi bara verið skynsöm og vissi sínu viti. Já. En hérna hún var semst uppi á seinni hlutu 10. aldar. Já. Og það kom nafnið frá henni, frá spákonunni. Já. Er fjall eitthvað nefnt eftir henni? Já, við sko annarkvort er fjallið nefnt eftir henni Þórdísi eða þá við hefum bara ekki haft neitt hugmyndaflug hérna áður fyrr því að við eigum bæði spákonufell og við eigum spákonufellshöfða, spákonufellseyju og annarkvort datt okkur ekkert annað í hug eða þá að hún hefur verið svona haft ítök með okkur hér. Hún hefur greinilega haft mikil áhrif. En hvað er vitað hana? Þórdísi? Já, það sem sagt, við vitum ekkert svo sem rosalega mikið hana nema að hennar getið í þessum 4 Íslendingasögum og svo eigum við náttúrulega þjóðsögu sem er í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Það sem við vitum þó er það að hún ólst upp hjá frænda sínum, honum Eilífi Erni í Skagafirði, hann var landnámsmaður þar og hann var afi hans Þorvalds Víðförla. Já, við þekkjum það nú frest sem að lærðum allavega kristinfræði í gamla daga í skólanum að Þorvaldur Víðförli var fyrsti kristiboðinn á Íslandi og Eilífur Örn var afi hans og Þórdísi kannski líka frægust fyrir það að hún sá nú uppeldið á honum Þorvaldi lengi vel, líklega í 9 til 10 ár, þá var hann hjá henni því honum samdi svo illa við föður sinn. Já, það er stundum að það þarf að skipta bæ eins og það stendur. Já. Já, en merkilegt. En ekki hefur hann verið slæm ef að pappin hefur treyst honum fyrir syni sínum og sonunni síðan gerst kristniboði. Já, ég er ekki vissum að Þorvaldur hafi lært eitthvað kristna trú hjá henni. Þórdísi, hún var örugglega alveg háheiðin manneskja. Þetta bera sögur hennar þannig vitnisburðin. En til dæmis í Vatnsdælu þá talað það að hún liðsendi þar manni sem var í vanda og gerði það skynsamlega og vel honum til handa. Þannig að ég held að hún hafi nú bara verið nokkuð góð kona þó hún hafi nú kannski verið pínlítið talin svolítið ráðrík. En það er náttúrulega bara eins og það er með okkur konurnar að ef við skörum eitthvað fram úr þá erum við oft haldar frekjur og viljum öllu ráða. Já, það er alveg hárrétt, það hefur ekkert breyst sko, það er alveg svo rætt þegar það er uppi sko. Akkurat. En það er frábært, sko það er náttúrulega líka sérstakt að hennar sé getið í einhverjum Íslendingasögum vegna þess að það er ekkert svo marga konur sem er getið í sögunum. Nei, og til dæmis er í Íslendingasögunum þá er nú ekkert þá er aldrei talað hvernig hún leit út. Það er frekar talað ef hún hefur verið í vondu skapi eða eitthvað svoleiðis. Já, er það virkilega? Já. Já, en sérstakt, já. En sko, já, hún hefur haft karakter, það er alveg klárt mál. Já. Og til dæmis í Kormákssögu sem fjalla nú Kormák sem var skáld og var nú svolítið svona sjálfhverfur að ég tel.
að hann lenti í vesinni í kvennamálum og hún reyndi að liðsin honum. Já, En hann vildi ekkert hlusta á hana, þannig að það fór nú bara eins og það fór. já, En hér í Spákonahofinu þá segjum við með þessar sögur, við erum ekki að láta fólk hlusta á þær í einhverjum tækjum, heldur við erum alltaf með lifandi leiðsögn. Þar sem við segjum þessar þjóðsögur. Nú stundum getum við náttúrulega ekki sagt þar allar því að það tekur sinn tíma, en við höfum þann háttinn á að við aðlögum okkur sögutíman fyrir hópinn sem við erum með eða fólki sem við erum með í heimsóknum hverju sinni. já. Og reynum alltaf að gera þetta svolítið skemmtilegt. Íslendingasögurnar eiga að vera skemmtilegar. Ég er alveg samanlega þær eiga að vera það og þær eru það að mörgu leyti, sérstaklega þegar við erum lesið það svona aftur tilbaka. En mér fannst stórkostlegast við, ég kynnti svo litið Jóni Böðarsinni og það sé maður minn heitinn og hann kom nokkru sinni til okkar Vestra Hellnum og það sem hann sagði alltaf sko, við verðum að muna að þetta var náttúrulega bara fólk eins og við, með tilfinningar og allt eins og við og það var bara að berjast í rauninni fyrir lífi sínu og hafa í sig á þessum tíma og það var með alls konar tilfinningar og allt mögulegt og mér, sko, þegar við bara svona bökkum og setjum okkur í spor þessa fólks að þá náttúrulega margt erfitt að gerast á þessum árum og það þurfti kjark og það þurfti dugnað og það þurfti kannski að vera svolítið frekur innan gæsalappa. Já, akkurat. Til að ná sínu fram, já. Svo eins og í Vatnsdælu þá einmitt talað að Þórdís reið til þings, það hefur náttúrulega verið héraðsþing og það hefur þóttu örugglega svolítið merkilegt og þess vegna er það minnst á það að konur væru að fara til þings því að þær höfðu nú kannski ekki mikið að segja, fengu allavega ekki kannski að búa til þau lög sem átt að fara eftir og þarna var líka verið að dæma fólk og svoleiðis á þessum héraðsþingum. En það talað að Þórdís hafi riðið til þings og átt sínar eigin tjaldbúðir. Þannig að það var allavega, litið þannig upp til hennar og maður sér það svo sem að og það minnst á það að hún hafi staðið þessum köllum svolítið jafnfætis, enda átt hún sitt eigið land. Það var það sem hún brann fyrir. Já, alveg frábært. Ekki talað hún hafi verið gift eða ekki? Jú, það ein setning í Heiðarvíga sögu það hún hafi átt mann. Svo hverfur það bara, aldrei minnst á það meir, þennan mann. En jú, það ekki alveg rétt hjá mér, í Kormák-sögu þá kemur hann aftur við sögu, þá ætlaði hann að fara að skipta sér af í einhverjum bardaga og þá hundskammaði Þórdísan og hann lyfti aldrei sverði eftir það. Það gefur náttúrulega okkur tilefni til að hugsa það að við konurnar við skömmum ekki kallan okkar á opinberum stöðum, það í lagi að gera það heima í eldhúsi en þegar þú gerir það svona opinberlega það getur farið mjög illa í þá. Já, sjálfsögðu. Ég held að farið illa í alla, hvort þau eru kallar konur. Og við getum auðvitað sagt hlutina á fallegan hátt og samt komið skilaboðinu til skila, sko. En það náttúrulega, þetta var aðri tímar. Já. En hvernig kveiknar hugmynd ykkar að því að setja upp svona spákonuhof? Já, ég átti nú alls ekki hugmyndina, það voru 3 góðir samborgarar mínar hér í staðnum sem áttu þessa hugmynd að hvernig væri að við færum að gera eitthvað með okkar landnámskonu og gera henni hátt til höfuðs og reyna að kynna hana bara fyrir þjóðinni. Að reyna persónum úr Íslendingasögunum og gerum eitthvað úr henni. Það svoleiðis kviknaði hugmyndin. Og svo kom það seinna en samt fljótlega í ferlinu áður en við settum upp þessa sýningaraðstöðu að bjóða fólki upp á svona spádóma. Já. Og þá var náttúrulega bara að gera að læra allt sem maður kunni og maður er nokkuð sjóaður eftir 14 ár. Þið búin að vera með í 14 ár? Já, við opnuðum 2011. Já, ég segi nú bara ekkert annað en til hamingju með það. Það er bara mjög langur tími og þegar staðið ykkur vel. Þið að fá hópa sem koma til ykkar? Já, við erum alveg að gera það. Við erum alveg að fá hópa en þetta ekki stór sýningarsalur þannig að við erum ekki að geta tekið
kannski 50 manna rútur, það gengur ekki upp, þá er þetta orðið ansi traugt hérna hjá okkur. Já, En það er alveg að koma hópar til okkar. svona Og minni við erum hópar. með opið, já, og við erum með opið í júní, júlí og ágúst, alla daga nema mánudaga, frá 1 til 6 og svo á vetrartíma eða fyrir utan þennan tíma þá erum við bara með opið eftir samkomulagi og það er alveg í góðu að hafa samband við okkur utan þess tíma. Þannig að við reynum ef við getum, við náttúrulega sem að stöndum að baki þessu erum í annarri vinnu líka, þannig að þetta er svona meira bara sumarvinnan okkar og svo erum við í öðru. Þannig að, en við reynum alltaf ef við getum. Þið eru allir svenskörungar, þið sækið þetta í eðli Þórdísar greinilega. Örugglega. En það er sko, en nú er sko, kannski fólk bara veit ekki af ykkur eða þú veist, er ekki meðvitað að þið eru þarna. Þetta er náttúrulega bara 20 mínútur frá þjóðvegi 1. Já, bara 20 mínútur keyra. Já, rétt að skreppa sko. Er einhver svona kaffiaðstaða eða eitthvað í nágrenni við ykkur þannig? Sko, það eru 2 veitingastaðir hérna á Skagaströnd. Við bjóðum upp á kaffi en við erum nú ekki með einhvern bakstur eða neitt þannig að við erum bara að bjóða upp á svona drykki. En hérna, það er, já, ég meina, flottir veitingastaðir sem við erum með hérna. Já, frábært. Ég verð að ferði núna seinna í júlí með vinkonu minni og 2 barnabörnum hennar sem eru að koma frá Bandaríkjunum. Og langar að kynnast Íslandi og við vorum að tala saman, ég og hinn amman, það stendur, í gær og ég myndi að tala að koma til ykkar og fá rúnalestur fyrir krakkar. Já. Af því það er náttúrulega spennandi fyrir þau að kynnast þessum parti. Þau geta kannski fengið tarotlestur heima hjá sér en ekki rúnalestur eins, þannig að við hefum eftir að kíkja til ykkar. Sko þeir sem að fara í gegnum sýninguna hjá okkur og sögustund, þeir fá alltaf pínlítið rúnalestur líka ef að þeir vilja. Það er bara innifalið í því að fara í gegn. Draga bara eina rún og sjá hvernig hún passar við viðkomandi. Já, það er yndislegt. Aðeins svona lesið. En svo þegar við erum með fullan rúnalestur og þá hendum við rúnum yfir dúk. Og sjáum hvort hann lendir í vatninu, eldinu, jörðinu eða loftinu og þá er svona svipur tenging í rúnunum eins og við þekkjum í spilunum. Það er náttúrulega bara byggar og sverð og stafir og mynt en þarna er þetta svona vatn og eldur og jörð og loft í rúnunum. Elementin, elementin meira sko. Já. Það er mér finnst þetta mjög flott framtak hjá okkur. Hvað þið margar sem að sinni þessu? Herðu, við erum nú, sko, við erum nú alltaf með frábæra sumarstarfsmenn, fáum heimastúlku sem að þekkja eða heimakrakka, hún alltaf verið stelpur hjá mér. Ég auglýsi nú samt bara eftir starfsfólki, en það hafa bara verið stelpur sem hafa komið og verið rosalega heppin með að fá góða sögumenn og gott starfsfólk og þá erum við líka að hugsa það að kenna fólki að segja sögur, þannig að það glatist ekki, þannig að það er partur af þessu líka að halda við þeirri hefð að segja sögur. En við höfum verið svona mestu 2 sem höfum verið í spádómunum og náttúrulega segjum sögur líka. Já. Sem eru svona úr þessum hópið, þetta eru það sem stendur bak við félagið okkar, Spákonuarfinn og Spákonuhofið, við erum 5 konur í dag sem erum bak við það. En við erum 2 sem búum hér og hinnar eru annars staðar en veit okkur andlegan stuðning. Já, það veitir ekki af því, sko. Það veitir ekki af því. En þegar þú talar sýningu, þið þá með myndir og svona... Við erum með svona sýningarsvæði, ef ég færi mig kannski bara aðeins. Já. Ég veit ekki hvort þú séð, það sérðu kannski aðeins sýningarsvæði. Við erum með svona, sagan sett upp Þórdísi á veggjónum í svona refilstíl. Já. Og það er hægt að fylgja því og svo erum við nú með svona afsteypu sem við ímyndum okkur að Þórdís hafi litið út. Já.
og hún gerð eftir Ernst Bachmann, hann náttúrulega hannaði þessa sýningu með okkur á sín tíma Frábært. og það er eins og hún standi hérna fyrir utan bæinn sinn og svo erum við með hérna meiri upplýsingar eins og hér erum við með hrafnana sem tengjast sögunni og svo erum við með gefum svona meiri sýn inn á hvað við erum að gera ef þú sérð. Já, ég sé það, bara rosalega flott. Og sem sagt á veggjónum eru þessi spjöld þar sem fólk getur líka lesið svona aðalatriðin í sem sagt sögunni. Já. Spákleifarnir okkar eru 4, ég sat þarna í einum, svo höfum við annað sem er fyrir lóalestur. Já. Og alltaf gaman að lesa í lóa, kíkja hvernig fólk línurnar segja svolítið til það. Já. Svo var þessi hérna klefi hugsaður fyrir bollaspá, þetta er svona eins og gamalt eldhús. Já, ég sé það. Ég reyndar kíkja ekki bollan en vinkonum mín gerur það stundum. Já. Og svo erum við með rúnirnar hér og þá hérna, og hér dúkurinn sem sagt. Já, flottur, já. Hún láta þær falla sem sagt hérna niður. Já. Og svo rúnarstafrófið hérna bara á veggnum. Já. Og svo það tarotið sem ég sat inn í áðan. Þar erum við náttúrulega bara með spilin og hérna og svona umhverfi sem að tengist aðeins því. Já, frábært. En hérna, af því þú ert nú í tarot, hvað ég að segja, tarot herberginu. Já. Ertu ekki til í að draga nokkur spil, hvort sem þú spáir fyrir landi og þjóð eða mér eða hvað sem... Jú, ég get gert það. Hvað sem þið dettur í hug, sko. Ég held að vera samt meira gaman að kíkja í rúnirnar fyrir það. Já. Ef við ekki gera það. Við gerum það. Það er hérna svolítið skemmtilegt að skella okkur bara í svona smá rúnir fyrir land og þjóð. Já, mjög flott. Og ef ég hendi hérna niður eins og nokkrum rúnum. Já. Þessi vill ekki vera með. Það gerist mjög oft. Ok. Þannig er maður sér bara í aðra í staðinn. Já. Við hendum alltaf 9 rúnum vegna þess að 9 er heilög tala. 3 var heilög tala í heiðni og þessum 3 gera 9. Já, það er æðsta talan, já. Ok, það eru 2 sem að vilja ekki koma. Já, mér finnst nú bara, það er mikið verk framundan, hvort sem það er hjá þér eða hvort það er bara hjá þjóðvori. Það lenda margar þeirra í loftinu og það táknar það að það sé mikið umleggis og mikið þurfa að gerast. Það virðist nú samt vera eins og sé smá, fáum rúnina ís hérna líka, sem að táknar það að það er eitthvað svona stopp og eitthvað frosið sem þarf þá að þýða. Það er náttúrulega frost í stjórnmálunum. Það gæti nú bara verið, já. En þetta leysist því að hér er í með rún sem heitir reið sem þýðir ferðalag, þannig að áfram heldur eitthvað. Það er hérna líka rún sem heitir Yngvi og Yngvi táknar svolítið þetta að vera með pínullega fullkomnur áráttu. En samt upp við hana liggur rúnin Kaun sem þýðir að hérna, það er ekki allt fullkomið. Það er eitthvað sem að bjátar á því að Kaun þýðir eitthvað sem er sár eða gengur ekki alveg upp. Það er mein einhver staðar í þessu öllu. Já. Svo höfum við hérna Jó og Jórin táknar nú hestinn. Fólk þarf að treysta sínu innsæi, segi ég, því að hérna erum við með hestinum fylgir traust og þar alveg segja að hér þarf fólk að treysta svolítið á hérna sjálfan sig í einhverjum málum. Ég er ánægð með rúnina sem lemdi í vatninu, þar er björkin og þar er sólin. Það er hugarfarið okkar því að vatnið tengist huganum og þar er náttúrulega bara sól og líka það er björkin táknar í rauninni frjósemi og líka það að maður áorkar einhverju. Þannig að allavega hugurinn stefnir í rétta átt og er bjartur, hvernig svo sem útkoman verður. Já. Líka björkin er náttúrulega svona, hvað ég var að segja, hún er svona
hún stendur allt af sér. Já, hún gerir það og líka þetta að Björkin táknar svo mikið hérna það að skapa eitthvað. Já. Við köllum Björkina stundum rún listamannsins af því að þeir eru alltaf með frjóan hug og Björkin er náttúrulega rún frjósumist þannig að þetta er bara gott að hafa þetta með sér. Nú í eldinum sem að eldurinn er náttúrulega ástríðan fyrir lífinu og ástríðan fyrir öðrum og ef við hugsum bara hérna þjóðvora að þá þurfum við bara að vera sterk því að þar fáum við nautið gefst aldrei upp, þannig að það er bara að halda áfram. Það er alveg rétt, nautið gefst aldrei upp. Það er svo mikið þrautseigja. Já. Og það er náttúrulega kannski verið aðalsmerki okkar sem þjóð þessi þrautseigja. Akkurat, og þá er líka mjög gott að hafa elginn sem að liggur hérna bara á brúninni, hann liggur eiginlega hérna bara með hérna jörðinni og í eldinum. Já. Og það er elgurinn er rún sem að táknar það að við megum ekki vera of fljótfær og en líka sterk rún sem segir það að þó að okkur finnist við stundum vera að fara fram úr okkur þá reddast þetta alltaf. Ég segi að þetta er rúnin sem segir að þetta reddast þó ég flýti mér of mikið og ég máli mig út í horn að þá einhvern veginn ég alltaf að redda hlutunum. Ég verð þá bara að bíða að mér. Já. Þannig að ég myndi segja að þetta væri bara ágætis spá hérna. Já. Frábært. Ég er náttúrulega glöð með þetta reddast því að við reddum alltaf öllum. Já, þetta bara er ágætt alltaf þegar hún kemur, sko. Þessi rún. Það er hitt bestasta mál, sko. Heyrðu, ég er hérna bara mjög spennt að koma í eigin persónu og heimsækja ykkur. Já, bara var gaman að fá því heimsókn. Já, og hérna þannig að það styttist í að ég verða á ferðinni. Og kíkja á því. Ég gerir ráð fyrir að ég birti þetta á föstudaginn og þar segja í dag er annar og það segja fjórða. Það er 4. júlí sem er náttúrulega þjóðhátíðardagur hjá Bandaríkjunum. Jú. Og Venus er að fara inn í tvíburan sama dag. Það er svolítið öflugt. Mjög. En hérna, svo er hún náttúrulega, hún Dóra, Dóru, hún er núna helgina, hún er með sýningu Þórdísi spákonu sem hún er búin að fá listamenn til að hérna túlka á ýmsan hátt ásamt henni sjálfri sem ég finnst bara alveg frábært. Hún er í Vatnsdalnum, ég ætlaði að kíkja á hana líka, sko. Þetta er allt svo stutt, það er bara rétt til hægri inn Vatnsdalinn til Dóru og rétt til vinstri þegar komið er svona þetta er bara afleggjara til að kíkja við hjá þér. Já. Verður velkomin hjá Dóru? Nei, því miður, ég kemst ekki á hérna laugardaginn en ég veit alveg hvað hún er að gera því hún er búin að vera að koma hingað með sitt fólk eins og listamennina. Þeir eru búin að fá hjá mér sögustund og líka svona hvernig við túlkum hana. Þannig að ég veist bara leiðilegt að ég bara kemst ekki. Nei, en þetta er bara svo sannarlega vilja vera. Já, þetta er svo spennandi samt hvað er að gerast. Að það sé verið að lyfta þessari konu og hennar aðeins upp á yfirborði. Mér finnst það frábært og mjög flott. Og ég sé bara ekkert annað. Takk fyrir lesturinn. Takk fyrir að koma í viðtal hjá mér. Gangi ykkur allt til besta í spákonuhofinu, sko. Já, takk fyrir það og hlakka til að fá því heimsókn. Takk.